Velkomin í þennan þátt af til 70 sekúndur sól, dagar mínir í Varasóni. Fegurstu og dýpstu sögur lífsins liggja oft faldar undir ryki eigin reynslu. Í dag leiðir rithöfundurinn Rajesh Khandrani Madanlal Jain okkur inn í slíkt galleri fortíðar sinnar. Þetta er 48 ára gömul minning sem minnir á dagana við Jabalpur verkfræðiháskólan. En í raun er þetta sagan hljóðláta ást föður, stolt af syni sínum og þessa, einkennilegu, stund þar sem kveðjustund og voninum endurfundi búa saman. Við skulum hlusta á hrífandi minningu Rajesh í einkennileiki. Minningin er meira en 40 ára gömul. Ég stundaði nám við Jabalpur verkfræðiháskólan. Á þeim tíma ferðaðist ég oft á milli Jabalpur og Varasóni. Góður ríkisvagn kom frá Balaga til Varasóni klukkan 5:30 að morgni. Þá daga sem ég átti að fara frá Varasóni til Jabalpur þurfti ég að fara snemma á fætur. Afi minn, amma, faðir og móðir fóru samt snemma á fætur á hverjum degi. Þegar ég var tilbúin og fór að heiman, fylgdu amma, afi og móðir mér til dyra með tár í augunum, en faðir minn gekk með mér alla leið á rútustöðina. Oftast gengum við feðgarnir, með því fekk hann líka morgungönguna sína. Þegar við gengum voru ræstingakonurnar að sópa göturnar. Varasóni var rétt að byrja að vakna. Þar sem óvenjuleg kyrrð ríkti á þeim tíma heyrðist fuglasöngurinn, sérstaklega í hröfnunum, mjög skýrt. Nú eru ekki lengur svona margir fuglar eftir. Við komum á rútustöðina. Þar leitaði augnaráð föður míns að öðrum farþegum. Ef hann fann einhvern kunnugan eldri mann kynnti hann mig fyrir honum og sagði, þetta er sonur minn. Hann lærir engineering í Jabalpur. Hann er að fara þangað núna. Eftir slíka kynningu fann hann til öryggis að hann hefði falið eldri manni mig og að ég myndi ekki lenda í neinum erfiðleikum í ferðinni. Ég tók eftir málrómi föður míns. Hann fann fyrir miklu stolti þegar hann notaði orðið engineering. Svo kom biðin eftir rútunni. Þar sem engin hávaði var, þekkti hann hljóðið í rútunni í kílómetra fjarlægð og bað mig að vera tilbúin með farangurinn. Þegar rútan stoppaði fór hann fljótt inn og pantaði laust sæti fremst fyrir mig, það hristist meira í aftari sætunum. Þegar ég hafði komið farangrinum fyrir og sest, fór hann út og stóð við gluggann. Hann hafði komið til að setja mig í rútuna til Jabalpur, en þegar ég satt í rútunni og hún var að fara að leggja af stað, fann ég hvernig hjarta hans komst við til tára. Þetta var einkennileg stund. Hann þurfti að senda mig til Jabalpur, en á sama tíma varð hann hryggur yfir því að láta mig fara. Rútan lagði af stað, skref hans sneru aftur heim á leið. Ég hafði séð hann gráta opinskátt við mjög fá tækifæri. Ég skil núna að hann grét hljóðlega við hvert slíkt tækifæri. Allt líf okkar er fullt af slíkum einkennileikum. Þið voruð að hlusta á minningu Rajesh í einkennileiki. Hljóðlág ást föðurins, bið hans við glugga rútunar og stoltur framburður orðsins, engineering. Allt minnir þetta okkur á ósagðar fórnir foreldra okkar. Lífið er sannarlega falleg myndlist úr slíkum einkennileikum og sætbeiskum stundum. Við vonum að þessi saga hafi snert einhvern krók í hjarta þínu. Takk fyrir að vera með okkur á rásinni, Atria, Videos. Vertu með okkur fyrir fleiri slíkan ósagðar sögur. Með virðingu.